Komið þið sæl. Í þessu stutta spjalli ætla ég að spyrja, er samkennd möguleg? Eða öllu heldur, geta íslensk börn og unglingar lært í skóla hvernig fólk í fátækum löndum hefur það og skilið? Samkennd er nauðsynleg og þess vegna þessi spurning. Samkennd byggir á þekkingu, en fáfræði elur á ótta, ótti elur á hatri og hatur leiðir til ófriðar eins og við sjáum í sjónvarpinu okkar og á netinu hvern einasta dag. Þess vegna spyrjum við, er samkennd möguleg? Úti á óravítum internetsins má sjá tilraunir manna til að draga upp kort af þessu hugtaki, samkennd. Og hún er svo samsett úr 4 þáttum. Að sjá heim þeirra, viðurkenna þau sem manneskjur, skilja tilfinningar þeirra og tjá síðan skilning sinn. Með öðrum orðum, samkennd felst í því að setja sig í spor annarra og jafnvel miklu meira. Og maður spyr sig, með öllum þeim þekkingarbrunnum sem eru okkur tiltækir í dag og tjáningarleiðum, þá hlýtur samkennd að vera möguleg. Látum reyna á hvern og einn þessara þátta sem samkennd stendur saman af. Sá fyrst er að sjá. Það hefur aldrei verið auðveldara. Myndir, frásagnir, jafnvel hörmungar á sömu stundu og þær gerast. Að sjá, ef eitthvað einkennir tíma okkar og umhverfi það samfelld sýning á hverju því sem framvindur. Við sjáum svo sannarlega. Að viðurkenna annað fólk byggist á þekkingu og hana getur skólinn veitt til að yfirvinna fordóma. En þá er það 3. þátturinn og þá flækist málið, að skilja tilfinningar. Það er annað mál og erfiðara. Hörmungar eru jú staðreynd. Þessi einstæða móðir á 2 börn og 1 fósturbarn, hún hefur aldrei farið í skóla og börnin hennar ekki heldur. Hún býr í fátæku fiskimannaþorpi við Viktoríuvatn í Úganda. Við sjáum nánar af því síðar. Þegar maður reynir að setja sig í annarra spor þá spyr maður með svona myndir, er hægt að setja sig í spor annarra þegar svona miklu munar í menningarlegu, efnahagslegu, félagslegu tilliti og í raun í öllu því tilliti sem gerir mann að félagsveru og manneskju. Hún selur steiktan skyndibita í fiskiþorpi til að framfleyta sér. Hún er líklega ein af 10-15 milljónum manna í Úganda sem hafa minna en 200 krónur á dag í tekjur. Svipað og milljarður manna í heiminum. Og alltaf bætist nú við í hópi þeirra fátæku. Hér er enn einn. Hver kona í Úganda á 6 börn að meðaltali. Að skilja tilfinningar annarra er líka að skilja þennan 18 ára og munaðarlausa dreng sem sér fyrir systkinum sínum. Hann datt úr skóla 14 ára, hann langar til að vinna á skrifstofu en vinnur í fiski. 70% barnaskólanema falla á skóla fyrir 7. bekk í þessu landi og flestir eru nánast ólæsir og óskrifandi þegar þarna er komið. Að skilja tilfinningar einstaklinga eða þjóðar felur í sér að þekkja ákveðnar staðreyndir eins og til dæmis það er að helmingur 35 milljóna manna þjóðar er undir 15 ára að aldri og án menntunar fyrir allt þetta fólk getur ekkert gerst. Hér er 80% atvinnuleysi ungs fólks. Hver skilur svona vonleysi?
Að skilja tilfinningar líka að spyrja framtíðina. In the future. Yeah. In the future. Hún vefst tunga tönn við það eitt að reyna að ímynda sér framtíðina, einhverja framtíð. In the future. Yeah. Og svo það fjórði þátturinn að tjá skilning. Ekki samúð, heldur samkennd. Reynum að ímynda okkur íslensk grunnskólabörn í þessum sporum sem við nú skoðum. Reynum að tjá skilning íslenskra unglinga á því að búa á svona heimavist. Ímyndum okkur skilning íslenskra unglinga á því að nota svona kamra, þótt reynir séu hér. Skilning á þessari hressingaraðstöðu fyrir unglingana og kostinum úr skólaeldhúsinu og hvernig það er. Ímyndum okkur líka að þeir skilji mæta vel skólabókasafnið, þó það sé ekkert internet og engir samskiptamiðlar. Og ímyndum okkur þá skilja að þetta er lúxus sem fáum býðst. Þessi börn í bekk sem ekki nema 40-50 barna bekkur. Mörgur eru greinilega með skólabækur sem ekki algengt og þau sitja á bekkjum og eru við borð sem lúxus. Þetta eru heppnu unglingarnir því foreldrar þeirra hafa efni á því að borga aukalega drjúgan skilding fyrir eitthvað sem að stjórnvöld kalla ókeypis menntun. Þetta eru heppnu unglingarnir. Við skulum skoða staðinn þeirra. Hér snýst lífið að lifa af. Hér er ekki rafmagn nema sólarrafhlöður, hér er ekki vatnsveita til að tala fáir eða engir kamrar, tekjur margra eru $1-2 á dag, fjöldi foreldra óskólagengin, stór hluti barna utan skóla eða dottin út og þau sem hanga inn í skólanum læra lítið. Heilsugæsla er afskaplega takmörkuð. Það er viðbótarvídd við hugmyndir okkar samkennd. Hún hlýtur að felast í því að sjá, viðurkenna, skilja og tjá eigin stöðu á Íslandi. Því það vantar eitt í myndina, okkur sjálf. Myndin er þau. Fyrir samkennd þurfum við að sjá eigin stöðu. Sjá að núlifandi Íslendingar eru meðal þess hluta mannkyns sem frá upphafi vega nýtur betri lífskjara en þekkjast hjá flestu fólki og þekkst hafa almennt í sögunni, mannkynssögunni. Sér maður það? Að viðurkenna felst líka í því að viðurkenna vanmátt sinn gagnvart þeim ógnaröflum sem mannkyn horfist í augu við og þeim takmörkunum á þekkingu og skilningi sem okkur bjóðast, án þess þó að gefast upp.
Og þetta felur líka í sér að skilja tilfinningar sjálfsín, áður en maður reynir að setja sig í spor annarra, sem svo sannarlega ekki auðvelt í óreiðu daglegs lífs í nútímalegu vestrænu samfélagi. Að tjá skilning, sem aldrei getur verið annað en brotgjarn, óviss og jafnvel ósannfærandi gagnvart manni sjálfum, hvað þá öðrum. Og þá höfum við hugsanlega leiftur eða svipmynd af því sem kallast samkennd. Meira varla mögulegt. Og reynum að ímynda okkur íslensk grunnskólabörn í þessum sporum. Reynum að ímynda okkur íslensk grunnskólabörn ímynda sér að vera í þessum sporum sem hér sjást. Geta þau það? Maður þarf ekki að vera neinn Einstein til að skilja hve yfirgengilega erfitt verkefnið er. Samkennd er að sjá heiminn með augum annarra, af trúmennsku og þolinmæði. Það er ekkert að læra hann í skóla, maður ræktar hana alla ævina, segir Albert Einstein. En það má spyrja sig í tilefni þessa sem við nú reynum, er skólinn ekki einmitt staðurinn til að byrja? Takk fyrir.